Í ljósakassanum meðal annars umslag með skautunarsíum. Þær líta svona út og til þess að meðhöndla þetta þá þurfum við aðeins að renna í gegnum hugtökin skautun og tvíbrot. Við byrjum á skautuninni. Hér gúmmistrengur sem liggur í gegnum þetta tréverk og ég ætla að senda lóðrétta sveiflu í gegnum þessa síu. Og þið sjáuð að sveiflan kemst í gegnum síuna. Svo prófum við lárétta sveiflu. Og þessi sveifla kemst ekki í gegnum síuna og núna segjum við að sveiflan sé lárétt skautuð. Svo sem komst í gegn, svo lóðrétta, tölum við sem lóðrétta skautun. Svo tréverkið þarna skautunarsía. Við höfum svo tilsvarandi fyrirbæri fyrir ljós og það eru þessar skautunarsíur. Nú skulum við leita hvar við finnum skautað ljós í umhverfinu og við byrjum á að skoða almenna ljósgjafa. Við horfum á ljósgjafa hérna í gegnum síuna og ég ætla að snúa henni. Ef það koma fram breytingar á styrk í gegnum síuna, þá ljósin sem hérna bakvið skautað. Ég á ekki vona á að þið sjáu neina breytingu vegna þess að þessi ljósgjafi sem við erum með hér ekki skautaður. Flestir ljósgjafar gefa frá sér óskautað ljós, en við getum skautað ljósið með speglun frá til dæmis gleri og þetta verður skýrast í kringum innfallshorn við svona 60 gráður og við höfum stillt speglun frá glerhurðinni hérna við þetta horn og núna sjáum við væntanlega spegilmynd sem rauðleit og ég ætla að snúa skautunarsíunni og þá ætti þessi spegilmynd að hverfa og þá sjáum við í gegnum hurðina og sjáum það sem á bakvið. Og aftur tilbaka. Nú skoðum við áhrifin af því að leggja saman tvær síur. Við byrjum á að snúa þeim báðum eins og ég ætla að setja þetta fyrir andlitið á mér og þið sjáuð væntanlega andlitið á mér núna í gegnum báða síurnar en það þá bara önnur skautunarstefnan. Svo ætla ég að prófa að snúa annarri síunni rólega og þá sjáum við að myndin dofnar smám saman og hverfur. Með þessu vorum við að búa til ljóskrana. Við vorum að skrúa fyrir streymið á ljósinu í gegnum síðunar, byrjar með fullu útslagi og fer síðan þannig að við lokum fyrir allt saman. Nú þurfum við að ræða aðeins stefnuvirk efni. Flest efni sem við þekkjum eru einsleit, það þýðir að þau hafa sömu eiginleika í allar áttir. En það gildir ekki öll efni, eins og til dæmis þennan spagettistranga sem ég hef með hér. Ég get reynt að slíta hann og þið getur rétt ímyndað ykkur að það gengur ekkert hjá mér. Ég get ekki slitið spagettistrangan á þennan veginn. En hins vegar lítið mál að kljúfa hann á hinn veginn. Nú ég búinn að slíta þetta í sundur. Svoleiðis að þessi spagettistrangi sem ég hafa með mjög mismunandi eiginleika í stefnu spagettistangana eða þvert á. Og þessi eiginleiki kemur víða fram og þetta gæti verið slitstyrkur, það gæti líka verið rafleiðni eða jafnvel ljóshraði sem að breytast eftir stefnum í efninu. Og við komum til með að nota límband, svo við þurfum aðeins að ræða hvernig límband búið til. Það byrjað með klossa af plasti og allt plastefni gert úr löngum kolefniskeðjum. Og þær eru í klossanum bara í einum hnút. En ef að klossin valsaður niður, það að valsa þýðir að það tekin rúlla svona svipað eins og köggkefli og ef við rúllum alltaf í sömu áttina þá getum við búið til langa pulsu út úr þessum plastklossa. Og þegar að við erum búin að gera þetta örþunnt þá liggja allar kolefniskeðjurnar eins. Það liggja hlið við hlið svipað eins og gerist í þessum spagettistranga hér. Þannig að efni af þessu tagi getur fengið mismunandi eiginleika eftir því hvort að skautunarstefna ljóssins samsíða keðjunum eða þvert á. Og eiginleikin sem kemur fram í límbandinu, þessu plastefni, það
það sem við kallum tvíbrot. Að ljóshraðinn verður mismunandi fyrir ljós sem er með skautunarstefnu eftir stefnukeðjana eða þvert á. Hér hef ég límt nokkur lög af límbandi á plexiglerplötu og þið sjáuð sjálfsagt ekkert spennandi við þetta og það er vegna þess að augun okkar eru ekki næm fyrir skautunarstefnunni þannig að það er ýmislegt sem fer fram hjá okkur í tilverunni vegna þessa fæðingargalla. En svo reynum við að horfa á þetta í gegnum skautaljós. Hér eru 2 síur og ég set límbandsplötuna mitt á milli þeirra og meðan hún snýr eins og sían þá sjáu þið ekkert spennandi við þetta fyrir ég fer að halla henni. Þegar ég komin í 45 gráða halla þá ættu þið að fara að sjá litadýrð þar sem að liturinn ræðst af hversu mörg lög af límbandi þið eru að horfa í gegnum. Núna er væntanlega ysta lagi þar sem bara 1 lag af límbandi blátt og þá ætla ég að snúa annarri skautunarsíunni 90 gráður og þá fáum við annað litasett. Til þess að ganga frá svona límbandsplötum þá er einfaldast að líma strimil af límbandinu á smjörpappír, skera niður einhverja búta og skilja límbandið frá. Ég nota smjörpappír af því að það er auðvelt að taka límið af smjörpappírnum og við færum þetta yfir á plexiglerplötuna. Ef hún er með hlífðarplasti utan á þá þarf að fjarlægja það fyrst. Leggjum þetta á og nú getum við prófað hvort að við ekki fáum þennan lit fram. Hér er væntanlega komin blár litur og svo snúum við, það hverfur og svo kemur blái liturinn aftur við eitthvað annað horn. Svo tökum við annan bút og færum yfir á plötuna og ef það skarast eitthvað þá ættum við að fá fleiri liti fram. Hér yst, þar sem við erum bara með 1 lag af límbandi, fáum við bláleitt. Næst þar sem að koma 2 lög fáum við gulleitt, 3 lög gefa blágrænt og 4 lög gefa bleikleitt. Ef við svo horfum yfir í hitt hornið þá sjáum við að þar gerist eitthvað svolítið annað. Fyrsta lagið gefur bláleitt en næsta lag er litlaust. Þarna höfum ég snúið völsunarstefnunum á límbandinu á sitt hvort veginn þannig að lag númer 2 eyðir áhrifum af fyrsta laginu. Svo þetta er eins og við hlöpum fyrst upp eina tröppu aftur niður og svo 3. lagið þar erum við bara komin upp sem svarar 1 lagi. Það verður aftur blátt og svo gult og blátt aftur. Það skiptir máli hvernig límbandsbútarnir sem þið setjið á plastið snúa en hvað sem þið gerið þá fáum við alltaf eitthvað sem er spennandi og skemmtilegt svo þess að hafið ekki áhyggjur af því.